heyrðu, við ætlum að tala húsnæðismál sem að maður hefði nú ætlað að væri aðal kosningamálið í sveitarstjórnarkosningum en ég veit ekki alveg hvað það er. Ég fór í kosningapróf á RÚV og þar var eiginlega ekkert spurt húsnæðismál. Það var aðeins spurt skipulagsmál, hvort ég vildi þéttingu byggðar eða byggja úthverfum eins og það væri andstæðsvör. Þannig að ég var svona að velta þessu fyrir mér og var náttúrulega að ræða hérna svolítið húsnæðismál í gær þegar Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra kom og hann nefndi það meðal annars að hann var að vinna að ýmsum breytingum á húsnæðisstefnunni meðal annars í samvinnu við leigjendasamtökin og ég fekk hingað formann leigjendasamtökina Ingva Ómar Sigurðarson og líka Guðmund Hrafn Arngrímsson sem var formaður leigjendasamtökina var þess fundarstjóri á pallborðsumræðu leigjendasamtökina með borgarstjórnar frambjóðandunum. Hvað segið þið með þetta sem ég var að segja fyrst að maður hefði haldið að húsnæðismál væri aðalmálið? Það er ekki alveg. Ef ég má byrja á, finnst mér það stórfurðulegt. Af því að, veist, á pallborðinu þá vorum við með ákveðnar tölur sem voru lagðar fram og þar meðal þessi tala að 3,7% borgarbúa komast á fastnamarkaðinn án þess að fá hjálp frá ættingjum. Veist, þetta er bara absúrd tala, sko. En samt er ekki verið að kjósa komast þá ekki. Já, ég meina 3,7% komast að því að þau fá hjálp, en bara 3,7% komast á þess að fá hjálp, skilurðu. Og það er bara ótrúlega tala. Þetta er bara eitthvað sem ætti að vera sjálfsögð réttindi fólks, að geta komist í það eigið húsnæði, sko, en það virðist bara ekki vera svo. Og þetta er náttúrulega bara hlutfall af þeim litla hluta sem kemst inn. Það er 3,7% af þeim litla hluta ungu fyrstu kaupendum sem komast inn á húsnæðismarkaðinn. Þannig að kannski þetta er bara 3,7% af 30%. Já, og hinn er 97%. Þetta er svolítið líklega bara einn kall. Já, hinn 97% eru ungir fyrstu kaupendur sem að fá aðstoð frá foreldrar sínum eða öðru venslafólki. Þannig að þetta er orðið markaður svona eingöngu fyrir eignafólk. Já. En af hverju eru húsnæðismálin ekki aðalmálið? Og ég held ég að rætti þetta við þig áður, Guðmundur Hrafn, að því að þetta er stærsta vandamál í lífi kannski þriðjungs af fólkinu. En hinn 2/3 það var bara engan áhuga á vanda hins þriðja. Er það ástæðan? Ég held bara að þetta sé að því að stjórnmálamennir eru að beina umræðinu frá þessu. Það hlýtur bara að vera þeir vinna við að hafa sína umræðu þannig að bestu lukkist fyrir sitt framboð. Við sjáum þetta fyrir síðustu alþingiskosningar líka. Þá átti ekki að ræða húsnæðismálin. Það var alveg ljóst. Við komum við svolítið á dagskrá leigjendasamtöki með öflugum málflutningi og hittum til með alla frambjóðanduna hérna, frá öllum frambjóðunum hérna. Núna höfum við reyndum að koma þessu dagskrá í þessu pallborðsumræðum. En húsnæðismál voru heldur ekki aðalmálið í þingkosningunum? Það voru stórt mál, það var mikið talað þau. Jú, ég man að Sanna kom með einhverja tillögu á síðasta degi, manstu, og það var verið að reyna að tala þetta allavega. Núna virðist vera mjög lítið talað þetta. Ástæðan eins og ég held er ekki að það sé ekki vandamál, því það er vandamál þegar laun hækka bara helming á við húsnæði á 10 ára tímabili. Það bitnar bara á kannski fjórðungi kjósenda. Já, en akkur er þá ekki kosið þetta, þú veist? Já, við sáum náttúrulega mjög mikla sveiflu í sveitarstjórnarkosningunum 2022. Þá var þáverandi meirihluti búinn að vera með, að mér minnir í kringum 56 til 8% fylgi stuðning alveg frá haustinu og langt fram á útmánuðina. Það er svo í þingkosningunum? Nei, í sveitarstjórnarkosningunum. Nú er þetta meirihluti í Reykjavíkurborg. Hann hafði verið með þetta 56 til 8% stuðning meira með allt haustið og fram á útmánuðina. Þegar við í leigjendasamtökunum komum húsnæðismálunum rækilega á dagskrá í lok apríl 2022 eða svona upp úr miðjum apríl að þá sáum við kvarnast tæplega 7% af sameiginlegu fylgi meirihlutans í Reykjavíkurborg með eins og mælingar sem þau sýnt sem að segir okkur það að ef húsnæðismáli komast á dagskrá þá breytist fylgið vegna þess að bæði núverandi meirihluti og fyrri meirihlutar nánast frá hruni hafa bara alls ekki staðið í húsnæðismálum og þetta er stærsta lífskjaramál allra fjölskylda á Íslandi. Þetta er langstærsta. Ég held að fólk átti sig ekki á því þeir sem að hvíla nokkuð þægilega í eigin húsnæði og hafa þar ekki sérstaklega áhyggjur af því að þau myndu átta sig á því ef þau mistu húsnæði allt í einu að þetta er stærsta lífskjaramál hvers og eins.
Það er ekkert sem stærra fyrir utan náttúrulega bara að eiga sæmilega heilsu heldur en húsnæði. Þannig að þú ert á því að það hefur verið kosið húsnæðismál í borgarstjórnarkosningu 2022 og þú ert á því að það hefur verið kosið húsnæðismál í þingkosningu 2024. Slagur samfélkingin Þá var það bara ennþá skrýtnara. Af hverju er ekki verið að ræða húsnæðismál í dag? Það er eins og segi, ég held að þetta sé blanda af því að stjórnmálamenninni vilja ekki ræða þetta og það að fólk átta sig ekki á því hvað þetta er mikið mál. Til dæmis þessi svona tölfræði sem að bendir til þess að ætti að vera kjósa um þetta. Þú veist þegar 48% fólks undir 29 ára er ennþá í heimahúsi, kemst ekki eins og leigumarkað, meðan það er 22-24% á hinum Norðurlöndunum. Þá er alveg klárlega eitthvað að. En af hverju fólk vill ekki kjósa um það, af hverju til dæmis vill fólk frekar kjósa um bílastæði í miðborginni heldur en húsnæði á eðlilegu verði, það er óskiljanlegt sko. Ég myndi halda að það væri miklu leyti út af bara flokkarnir eru sjálfur ekki nógu duglegir að vilja ekki ræða þetta nógu mikið sko. Við sáum það bara í pallborðinu, þeir voru ekkert að senda efstu menn alltaf sko. Þeir ykkar í pallborðið sem var í vikunni. Já, þeir sendu reynda borgarstjóra og Pírati sendu þriðasætið, þú veist, þetta var ekkert alveg topp. En það er náttúrulega mjög skrítið vegna þess að þrátt fyrir það að þriðungur þjóðarinnar tæplega sé á leigumarkaði og líði fyrir þetta hörmulega ástand, að þá er meira og minna sko stærsti hluti allra ungmenna sem núna er í foreldrahúsum. Hann mun þurfa að takast á þetta ástand og við sáum það bara á svörum allra fulltrúa sem mættu á pallborði hjá okkur í Grósku síðastliðinn laugardag að enginn þeirra treysti barninu sinu inn á leigumarkaðin. Þess að enginn af frambjóðandum í nokkrum frambóði í Reykjavíkurborg treysti barninu sínu inn á treysti leigumarkaðinu fyrir barninu sínu. Þú veist, það var enginn þeirra sem gerir það. Þetta er svona skóarnir á miðöldum, það sem er fullt af óargadýrum og rauð þetta kemst kannski ekki í gegn. Og þess vegna er þetta svo skrítið. Þetta skuli ekki vera miklu stærra kosningamál. Flokkunum líður náttúrulega ekki sérstaklega vel með þetta. Það er rosalega margir flokkar sem eru í frambóði sem að hallast undir þetta markaðsfyrirkomulag á húsnæðismarkaði. Styðja í raun óbreytta húsnæðisstefnu? Já, bara, já. Það er kannski með eitthvað svona tjastl og plostur. Já, og svona vilja fjölga lóðum fyrir bjarg og þess að það sem að er miðað við framsetninguna, þá er alltaf gert ráð fyrir því að hlutfall þessa húsnæðis, svona óhagnaðri og félagslegt húsnæðis, sé svo lágt að einkamarkaðunum, þessi hagnaðrifni einkamarkaður, honum verður alltaf í sjálfvald sett hvernig hann byggji og hvar og á hvað verði. Þangað til að þú er búin að byggja hinn markaðin eða hinn hlutin. Það er ekkit stefna. Það er stefnan að félagslegt húsnæði Reykjavík sé 5%. Það var 11% hérna síðustu... Þetta að vera 30% til þess að... Það var 30%. Það er 20% í Fraklandi og London og fleiri löndum. Og sveitafélög eru sektuð fyrir að byggja. Í Fraklandi, já, eru sektuð byggja ekki nóg mikið af félagslu húsnæði. En aftur að húsnæðismarkaðnum. Ég hef nú heyrt þetta frá uppbyggingaraðila og fleirum að það sé bara mikil ótti við yfirvofandi hrun. Af því að við erum að tala íbúðir sem seljast ekki. Og þegar það síðan koma minni íbúðir sem eru viðránlegu verði, þess að 2-3 herbergja íbúð, þegar það koma markaðinn, það eru uppbyggingaraðilar, það þurfa að selja þær fyrirfram til þess að fjármagna sig. Bara eins og Alma keypti á Heklureitunum, þeir voru búin að kaupa þetta fyrirfram, áður en það eru tilbúnar. Sama með Íveru íbúðafélagi, þeir eru líka búin að kaupa fullt af þessum íbúðum af uppbyggingaraðilunum, löngu áður en það eru tilbúnar til þess að hjálpa þeim að klára að byggja þær. Og þú ert komin í ákveðu öngstræti því að húsnæði er orðið svo rosalega dýrt að það selst ekki, samt verður að byggja það. Það er bara braskarnir sem hafa efna á að... Já, og undirrótin er lóðabrask í raun og veru. Það er alveg rosalega stór hluti að því. Bara ef þið skoðið, hvað kostaði 2 herbergja íbúð Reykjavík aldamótin? 6 milljónir cirka. Ég er með tölu frá HMS að sýna það. Hvað kostar lóðið til 2 herbergja íbúð í dag? 6 milljónir. Bara lóðin. Þú veist, þetta er stórkostlegur viðsnúningur. Og ef ég nú er búin að hugsa mikið þetta, ef ég ætti að velja einn atburð í þessari þróun síðustu 25 ára sem hefur valdið þessum sem við erum í dag, þá er það þegar lóðasala var gefin frjáls og var tekjulind. Í staðinn fyrir eins og var fyrir lagabreytinguna 2003, að þá máttu sveitafélögin bara selja lóðir á kostnaðarverði og fólk átti bara rétt á því að fá lóðir. Það var hugmyndin vel að sú að þetta veri almannagæði og ef að sveitafélög er að selja almannagæði þá verður að gera það á sanngjarnan hátt sem er það að allir hafi rétt á að kaupa á sama verði og það verður bara biðröð og þú getur verið að bíða í 2 ára eitthvað og svo færður lóðina en á kostnaðarverði. Þetta þótti vera ósanngjarnt.
og þá var farið út í það að bjóða út lóðurnar þannig að þeir sem höfðu best aðgengi að lánsfé eða áttu peninga gátu keypt það og þannig að fór almenningur eiginlega út af lóðamarkaðnum eða eitthvað leys, hafði ekki aðgengi að því. Bara ekki eiginlega heldur alveg. Við sjáum þetta hverfi svo seljakverfi og Grafavogin og fleiri. Þetta allt byggt af fólki sem keypti sér lóð, byrjaði að byggja bílskúrinn, flutti inn í hann og var að reisa húsið sitt. Þetta var alltaf gert líka undir miklu þrýstingi frá landeigundum hérna innan höfuðborgarsvæðisins vegna þess að þeir voru með mjög hátt verð á sínu lóðum og fannst ótækt að sveitafélögin væru bara að rukka gatnagerðargjöld sem lóðaverð eins og til dæmis í Úlfarsfellinu. Það er náttúrulega tekið á allt öðru verðlagi í eignanámi lóðir hér sem á verðu byggingarlóðir heldur en að var til dæmis þessum að Kópavogur voru að kaupa upp á Vassenda eitthvað slíkt. Það er bara allt annar veruleiki. Já, en svo voru landeigundur sem voru til Helgafelli hérna upp í Mosfellsbæ sem árið 2006 og 2007 voru að selja lóðurnar á 25 upp í 35 milljónir og svona aðeinslega gætu náttúrulega ekki aðtapna sig ef að sveitafélögin voru að láta frá sér lóður kannski fyrir 12, 15, kannski 2 milljónir og það var undir þessum þrýstingi, ef mann eftir þessari blaðumfjöllum, það var undir þess konar þrýstingi sem að sveitafélögin fara að bjóða út lóðurnar og þá hækka til dæmis lóðaverði í Úlfarsfelli upp í eitthvað 12-13 milljónir bara á 7 stundu. Það er ekki lagabreiting frá Alþingi sem gerði það klift að gera Jú, 2003. Jú, en þetta var undir þessum þrýstingi að þegar eftir aldamótin Þetta var byggt á svona pólitíkin væri það að það væri ósanngjarnt að útluta og það væri ósanngjarnt að það væri lóð væri röð og það gerist alltaf þannig að þegar þú hefur bara uppboðið eða hækkar verð þá eiginlega ítur þeim sem að eiga minnst fé út úr röðinni, þeir sjást ekki lengur af því þeir hafa ekki möguleika á því að kaupa og þetta er litið á sem svona árangur við erum alltaf ekki röð en málið er það að þeir sem hafa ekki efni á að kaupa á háaverðinu að þeir eru bara farnir heim. En það er svo margt í þessari umræðu sem að er svo villandi það er núna verið að tala um það það sé ekki verið að byggja rétt það sé verið að byggja alltaf mikið að stórum íbúðum það talaði eins og lausnin liggi þá í því að byggja fleiri 65 íbúðir. Það sá ég nú bara að það var eitthvað framboð bara hreinlega með þá staðhæfingu. Ég gerði að leik mínum á laugardaginn að athuga með framboð á 65 íbúðum á höfuðborgarsvæðinu, nýbyggðum 65 íbúðum á höfuðborgarsvæðinu. Þess að meðal fermetraverðið á þeim er yfir 1100.000. Þannig að það leysir ekkert í sjálfu sér þó íbúðina verði 60 fermetrar. Hver einasta íbúð sem verður byggð hér frá með þessum degi. En er ekki verið að leggja til að byggja ódýrari smærri íbúðir? Þær eru bara ekki ódýrari. Þú sér það, ef það verður að selja 65 íbúður og 1150.000 krónur á fermetrin, hvað er ódýrt í það? Ég held að séu líka að tala íbúðir sem er ekki á þéttingarréttum. Það eru ódýrari hagkvæmari íbúðir. Bara ég átti samtal við borgarfulltrúa. Hvað munar það miklu, veistu það? Ég veit ekki hvað munar nákvæmlega á fermetraverðinu en ég hef alveg átt þessar samræði við borgarfulltrúa sem er núna borgarfulltrúi og hann bara viðurkenndaði fyrir mér að fyrir borgina væri miklu ódýrara að byggja á þéttingarréttum af því þau þurftu ekki að gera innviðina en hins vegar kæmi það fram í kostnaðarverði til þessum kaupir íbúðina af því það þarf að rífa niður það sem var fyrir og það þarf að, þetta er töluvert dýrara fyrir framkvæmdar aðilan að byggja á þéttingarréttunum, auk sem lóðirnar eru líka dýrari. Ég sá greiningu á þessu, það var að tala um að það væri 5-falt ódýrara fyrir borgina, en 5-falt dýrara fyrir kaupandan. Akkurat, það er búið að velta verðinu yfir á kaupandan og svo þetta orðið normið á fastnaverðið og þú talaður áðan akkurat að íta fólki út á lóðamarkaði, það er líka búið að íta fólki út á íbúðamarkaði. Ef við skoðum bara þróunin á því hvert íbúður að fara almennt síðustu 5 árin sérstaklega og sérstaklega síðustu 2-3 ár, það er bara 70-80% að fara til fjárfesta. Og hvað þýðir það til lengri tíma? Það er alltaf fleiri og fleiri leigjendur. Við erum að tala um aldamót 7-8% leigjenda, dag 28%, hvar verður við eftir 5 ár? 40-50%. Af því að það segir sér bara sjálft, ef meirihluti nýs framboðs og húsnæðis fer til leigusala, þá fer það ekki til fólk sem eru að gera sér húsnæði og degi heimili, skilurðu. Og það bara þýðir það að við verðum að verða leiguliðar í þessu landi og það er bara stefna. Þetta er ekki stefna opinberra, þetta er stefna fjársterkra aðila sem eiga peningan í landinu. Það er náttúrulega stefna opinberra aðila sem móta húsnæðisstefnuna. Þá þurfum við að stíga inn í og segja, heyrðu, ég ætlum ekki að leyfa leigufélögum að kaupa allar íbúðir sem eru... Þeir eru ekki að meina neitt með þessu. Þeir gera það ekki. Nei, en það er náttúrulega bara, er eitt leikurinn í þessu. Það er að segja okkur að við séum þetta með séreignarstefnu
en framkvæma svo allt annað. En að segja alltaf á sama tíma, við erum í séreignarstefnu og viljum að fólk eigna sitt í húsnæði, en útbúa hlutina samt þannig að það ekki mögulegt nema fyrir bara lítinn hluta af almenningi til að eigna sitt eigið húsnæði. Auðvitað munir aldrei viðurkenna þetta, en þeir láta þetta bæði óreitt og svo bara mótaðu alla umgjörðum þannig að þetta fyrir þennan farveg, þetta gerist ekki óvart. Það ekkert óvart í þessu. Það eru tæplega 1000 mann sem að vinna á hverjum einasta degi ársins við það að móta og framfylgja húsnæðisstefnu og uppbyggingu á Íslandi, skrifstofinu, þar að segja, í öllum sveitarfélögum hringinn kringum landið og hjá alls konar lánastofnunum og fjármálastofnunum og arkitektastofum. Það ekkert af þessu sem gerist óvart. Það enginn að segja mér það að allt þetta mæta fólk komist sameiginlega í þetta stóra mikla glandur. Þetta stefna. Mér finnst það að vera mjög augljóst að þrátt fyrir okkur sé sagt annað. En það getur verið erfitt að komast út úr henni. Segjum bara að því að við erum svolítið að tala um Reykjavík. Ef Reykjavík ákveður að segja nei, við ætlum ekki að selja lóðirnar okkar á 25 milljónir, heldur bara á 3 milljónir til þess að allir hafi aðgengi að því. Það myndi náttúrulega verða tekjufalli á Reykjavíkurborg af því að hún er háð í að selja lóðir til þess að afla tekna því að það voru ýmis gjöld sem voru felld niður eins og aðstöðugjald og eitthvað fleira. Þannig þeir verða að hafa einhverja tekjur á móti. Annað sem myndi gera það ef að Reykjavíkurborg selur þér lóð á 3 milljónir og hann ennþá að selja lóðir fyrir Úlfarsárfell eða eitthvað svoleiðis, sína engalóð á 20-30 milljónir. Að þá mynd þú raunverulega geta selt þessa lóð á 30 milljónir daginn eftir. Áframseldar þá. Áframseldana. Já, það náttúrulega, Þannig að hver tilgangurinn? Þetta mjög erfitt að leysa, það alveg ljóst, en hins vegar er lóðaverð í braskinu sjálfu. Þú kannski kaupir lóðina, segjum 20 milljónir, sem þú getur byggt á 20 íbúður á, sem hljómar alveg bara eðlilega. En svo framselur hann áfram og hann síðan áfram og áfram. Þá ertu þetta komið meir og meiri kostnað ofan á þetta. Það vandamálið og ég held nú að sé einhverja breytingar í farvatninu með það. Það var allavega að tala um það að þau ætlu að breyta því að þú... Voru með svona innköllunarákvæði og tímamörk. Við hefum oft rætt í einmitt við þetta borð dæmið upp í Ártúnsbrekku. Það var eitthvað byggingafélag heitir Reykjavíkurborg sem átti eða fekk byggingarétt fyrir 1200 milljónir. Það var félag sem að tengdist Gamma, þeir sem hafði verið í Gamma, en svo, sem að seldi það á held ég 5,4 milljarða. Já, til Þorpsins sem átti enga peninga. Nei, átti 500.000. Ég skoði ásreikninga þeirra, þeir átti 500.000 sem var Runólfur Ágústsson sem að var nú svona alltaf undir pilsfaldi samfylkingarinnar allar tíð. Hann beið svo í sitt rétt rúma 1,5 ár áður en hann seldi þetta sjálfur. En það sem verið að ræða að setja tímamörk á að hann alveg sloppið með sitt. Ég held að það verið að tala að þú gerir ekkert í 3 ár. Já, eða 3 eða 5 ár, ég veit það. Þannig að Heklureiturinn, Orkureiturinn, Ártúnsholtið, mestu lóðabrask lóðirnar, þar sem kannski áður en byrjað að grafa grunninn að það var kannski komið 25 milljónir pluss á hverja íbúð. Já. Að þetta hefði ekkert stoppað það, Nei, ekki það, en ég bara nefni þetta því að þetta áhugaverð svona keðja, hvernig svona lóðar byggingaréttur, ég held að það hafi verið 1270 milljónir heldur uppálega og var síðast keyptur á hátt í 8 milljarða. Og þetta ekkert á mörgum árum. Þannig að sjáum við hvað braskið verður til þessu valdandi eins og réttir og nefnir að þarna búið að leggja bara 20-25 miljón krónar skatt á óbyggða íbúð. Og menn fara út úr kerfinu með óheyrilega fjármuni. Ótrúlega. Sem leggja síðan á með 2-földu afli á það sem að kaupir. Menns að það líklega sá hluti kaupversi sem þú satt sannarlega að taka lán fyrir á ömurlegum vöxtum. Þannig að þú borgar kannski, ef þú borgar 25 milljónir aukalega fyrir braskið, að þá endarum við að borga líklega 60-70 milljónir fyrir það. Og svo sjáum við samtökuinn að eins og þess að hagsmunahópa koma hvart yfir gatnagerðargjöldum. Þú veist eins og það sé eitthvað hlutfalli við þessi lóðabrask og síðan sjáum við Seðlabankastjóra koma hvart yfir launa hafrugólaup eða hvað sem hann kallar það. En þetta snýst húsnæði. Þetta snýst það að þú verður að hafa efna á því að hafa þak yfir höfuðið.
Þetta ekkit endilega spurningum þú veist, húsnæði hefur verið verðbólgu myndandi í 15 ár, bara meiri hluti verðbólgunar og það svona bottom line fyrir mér. Ég myndi hvetja ykkur til þess að fara á HMS-vefinn og skoða leiguvísir fyrir 2025. Það svona að sjá það skjal, það opnaði augum mín rosalega. Að því að við getum séð svona mjög merkilega þróun á húsnæðismarkaði sem á sér staði í gegnum það skjal, sko. Við sjáum að sem sagt 2010 þá hefur byrjað að selja allar þessar íbúður úr hruninu. Þú veist, upp á Ásbrú líka frá varnarliðinu, það fullt á íbúðum sem fara inn á markaðin og leigufélögin kaupa þau og þau fara að vera sterkur aðili á markaði. Ásamt fullt af litlum aðilum sem eru að kaupa sér íbúðir. Og við sjáum 2010 að þá bara, veist, leiguverð hérna og fastnaverð hérna, svo bara leiguverð að skilja sér hratt frá. Það er hækkun 20-30% á árið hérna í 4-5 ár. Hvað gerir síðan? Jú, fasteignaverðið fer að hækka á eftir, fer að fylgja á eftir að því að komið samkeppni að búa að kaupa upp íbúðunar sem voru í boði frá fólki sem hefði mistar og þá að vera að kaupa upp aðrar íbúðir. Það er alveg að hækkaði fastnaverð og svo hefur þetta bara verið að elta hvort annað þessar hagstærðir núna í 10-15 ár og í dag þá erum við komni bara út úr öllu kortið með bæði leiguverð og húsnæðisverð og út af því hver mikil ábóti hægt að fá út úr leigu. Þannig að leigusalar hafa keyrt upp fasteignaverðið. Ekki spurning, en það við vorum að segja þetta á, en þegar við erum að tala 70-80% íbúðum sem bætist í markaðin fara til leigusala að fjárfesta, þá segir þetta sem svolítið akkur að kaupa, það er þeir ætla að tapa þeim, þú veist. Ég hafði nú reiknað út það fyrir nokkrum missurum síðan hversu ábatasamur iðnaður þetta er að kaupa íbúð til þess að leigja út og svo svona miða ég þetta við bara samsvarandi kaup í hlutabrjöfum hjá kaupillinni bara og með úrvarsvísitöluna. Ég fór svo inn í ársreikninga nokkur á lífeyrissjóða og sá sko hvað þeir voru að fá í arðgreiðslur af hlutafjáreignum sínum á hverju ári, það er að segja íslenskum hlutabréfaeignum. Og það kemur í ljós að ef þú setur 100 milljónir króna annarkvort í íbúðarhúsnæði eða hlutabréf og hvað er svo endurgjaldið af þessum 100 milljónum krónum á hverju ári sem er annarkvort í formi húsaleigu sem er endurgjald fyrir þetta fé eða þá arðgreiðslur sem að fyrirtæki fá og svo ásamt því hvernig þetta ávakstast, það er að segja hversu mikið húsnæði hækkar eða hlutabréf hækkar, að þá var það að vera með íbúðarhúsnæði, það var uppundir 5-falt ábatasamara. Þannig að það er ekki skrítið að féð hafi í auknum mæli verið að leita inn á húsnæðismarkaðinn og ég leit gervigreindina reikna út fyrir mig og ég spurði hana ítrekkað út í reikningúnstina og ég baði hana að athuga fyrir mig hvernig þetta liti út ef þú hefur átt 100 milljónir árið 2000 og farið þá inn á húsnæðismarkaðinn og keypti íbúðir til útleigu eða hlutabréf fyrir samsvarandi upphæð og hvað það hefði skilað þér í ávöxtun og arði á þessum 25 árum, þá kom í ljós að hlutabréfaeignin hefði skilað 270 milljónum á þessum 25 árum en íbúðarkaupin 490. Ég ræði hérna við Stefán Ólafsson hérna fyrir þættinum og hann bendir á að hagnaður að veltu sé upp í 50% hjá fasteignafélögunum meðan það er 10% í venjulegum atvinnurekstri. Þannig að þetta hafa allir séð og þetta bara blasir við öllum. Það blasir við öllum að húsnæðismarkaðurinn hann er ekki að virka og hann þjónar fyrst og fremst svona bröskurum, leigu, okrurum og öðrum slíkum. Við sáum það. Þið hitti síðan stjórnmálafólkið og til dæmis út af lóðabraskinu að þá nefnaðu eins og að það verið innköllun eftir 3 ára ef þú gerir ekkert sem að allir vita raunverulega að næri ekkert utan megin vandan. Það er sama eins og alltaf talað einhverja þrengingar að rekstri Airbnb og þegar við hlusta á þetta árum saman. En það verður engin stórkostleg breyting að þessu. Getið þið sagt mér á hverju kemur stjórnmálafólki fram með einhverja svona lausnir eða lætur eins og lausnir sem hafa tiltölulega lítil áhrif, hafi stór áhrif? Á hverju? Vegna þess að vilja ekki ná árangri? Ég held að skilja ekki vandan. Mér finnst bara gott Heldur þið það í alvörunni? Já, ég meina bara með dæmi, sem dæmi, lög sem Sigurður Ingi sem þá var ráðar húsnæðismála fyrir 3 árum setti. Þá ákveður hann sem sagt að setja inn hugtæki markaðsverði leigu inn í íslensk lög, tekur úr dönskum lögum, ætlar að bæta stöðu leigjenda og það eru bara alls konar yfirlýsingar þetta einu og bæta stöðuna. Hvað gerist? Hann gerir þetta rangt. Hann tekur bara inn ákveðin hlutalögunum og
og setur inn það sem kallaði markaðsverð. Því í Danmörku virkar það þannig að þú setur markaðsverð á leigu á íbúð þegar þú setur hún í fyrsta skipta fastamarkaðin á leigumarkaðin og síðan hækkar hún bara í samræmi við vísitölu. Þar alveg endur koma ákveðna leigubremsu. Ég vil fá að vita af hverju, því við getum ekki fleiri svona dæmi. Einhvern tíma var búin til skorska leiðin. Þeir skilja bara ekki vandamál. Hún rann allt saman til, það var danska leiðin með almennar íbúðir. Þetta þynnist allt út á leiðinni og er sveikt að kröfum braskarana. Þannig að nýju lögin er eiginlega verri fyrir almenning heldur að var. Þetta er bara aftur og aftur og aftur. Af hverju? Ég var að segja það á nú greist fram fyrir mér að þú veist, þarna er hann að reyna að bæta en að því hann sér ekki heildarmyndin á lögunum eins og eru virkni erlendis þá verður úr eitthvað sem er verra fyrir alla. Hann ætlaði sér úr ekki að gera það. Hver lagði það til við hann að ætta að breyta þessu? Nú veit ég það ekki. Já, ég held að það er náttúrulega þessi ráðuneyti og margar þessar stofnanir og ráðgjafar ríkisstjórnar, viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins og þess aftar. Þau eru náttúrulega með nefið onni í svona hlutum og hafa gríðarlega áhrif á hvernig svona nýjungar í löggjöf eru framkvæmdar. Við sáum þetta bara eins og tala skoskuleiðin og hlutdeildarlánin þar sem að þau virka ágætlega út í Skotlandi en hérna eru þau gerða bara svona gildru og peningamálskjöfnu fyrir bankana og það gerist ekki held ég óvart eða því að menn skilja þetta ekki. Ég held að þetta gerist einmitt út af því að menn skilja þetta vel og sjá fram á að þetta mun ekki gagnast markanum ef þetta fer svona inn í og verður tekið svona upp hérna. Þess vegna er svo breytt þannig að þetta muni gagnast svona fjármálaveldinu. Ég held að það sé gagngert til þess. Þú ert að segja að viðskiptaráð og SA og fleiri skilja þetta og reyna að sveigja þetta að sínum þörfum. Alveg sjálf. En hvað með stjórnmálafólkið? Sem að kemur alltaf að vera að selja okkur að ég er búin að finna lausnina en sem er ekki laust af því að stundum er þetta bara óveigalítið, stundum er búið að breyta grunnhugmyndinni þannig að þetta þjóna freka bröskurum heldur en almenningi. Er þetta stjórnmálafólkið bara, getur þú farið í stjórnmál í Íslandi og skilja húsnæðiskerfið? Ég með eitt ágætis dæmi, það var eitt í kringum hlutdeildarlán þegar að fyrstu reglugerðin kom út 2021 að þá var gerð svo krafa vegna þess að það stóð til í hlutdeildarlánakerfinu að það eru byggðar sérstakar íbúðir inn í kerfið, hagkvæmar íbúðir og verktökum var gert að skila inn gögnum byggingakostnað. Þessum ákvæðum þessi ákvæður felld út nokkrum mánum eftir að reglugerðin kom fyrst út. Hún kom út í júlí og í nóvember var búið að taka þetta út. Ég óskaði eftir því að fá öll samskiptir varða þessar breytingar, reglugerðarbreytingar sem fóru fram í nóvember og fékk alla tölvupósta sem hefur gengið á milli og minnisblöð og þess háttar nema varðaði þetta atriði. Hver bað það að gögnum byggingakostnaði yrði haldið frá HMS? Fjármálaráðuneytið gat engu svarað. Það svona segir það mér bara þessa sögu að það eru náttúrulega öfl bakvið sem ná inn í ráðuneytin og hafa alveg ótrúlega mikið með þetta að gera það og ég held að stjórnmálafólk, eins gott og það nú ofta af eðlisgáfum og geði, að það hafi bara ekki í þetta vald. Ertu að tala fyrir stjórnvöld það ekki vandalega? Þú ert ekki að tala núverandi? Nei, ég er að tala bara stjórnvöld sem hafa verið hérna frá hruni. Ég meina, það er ákveðin eðlisbreyting á stjórnvöldum eftir síðustu alþingiskosningar. En við erum samt sem aður með flokka, samfylkingin sem hefur stjórnað borginni í meira minna í 1,5 áratug og við sjáum hvernig ástandið er í Reykjavíkurborg. Við erum með Viðreisn sem hefur sögulega bara frá því stofnun hafnað öllum svona félagslegum áherslum í húsaleigulögunum. Þannig að Þú ert að lýsa ástandi það sem hefur verið þannig að það eru fjármálaöflin ná að sveigja lögin þannig að þau þjóni sér en ekki almenningi en stjórnmálafólki kemur samt fram til okkar og lætur eins og að eyðilögð lög séu okkur til hagsbótar. Þannig að þau eru bara að vinna hjá fjármála. Staðrindin tala sínu máli. Það var þannig Ég meina, ég held að Ragnar Þór Ingólfsson fyrirgeðu, ég held að hann sé að reyna að breyta þessu. En ég veit að bara þeir sem hafa komið nýjir inn á Alþingi og svona, þeir hefur stundum bara óað yfir hagsmunagæslu auðvaldsins hérna á Íslandi og ég held að hann sé ekki öðru sem hann heldur en aðra. En hann er að reyna og honum treysti ég best til þess. Hann sagði hann kom hingað til mín í vikunni og hann sagði, eða var bara í gær,
og hann sagði hérna að hann væri að vinna að breytingum á húsnæðisstefnunni meðal annars í samráði við Neytendasamtökin. Já, það og við erum búin að vera mjög miklu samstarfi við hann. Og hverju á að breyta? Ég get bara farið yfir fljótu bræði. Við fórum og sýndum honum fram á að þessi vísitölutenging mánaðarleg, sem alveg sérlýsist fyrirbæri, væri að valda 25% af ársverðbólgunni á hverju ári. Og það á að breyta því og það er búið ákveð að leggja fram frumvarp sem heimilar bara hækkun og leigu einu sinni ári og það verður lagt fram á næsta haustþingi. Núna þá bara við samninga sem eru styttri en 13 mánuðir. Nei, lengri en 13 mánuðir. Já. Það er núna. Nei, styttri, ekki. Lengri. Þess að ef þú ert í langtíma samning þá getur þú tengt að við mánaðarlega við vísitölu. Já. Og þú getur víst ef þú ert með 12 mánuða þá máttu gera bara einu sinni. Já, en núna hefur allir samningar á 13 mánuðir til þess að setja fara fram í þessu. En við erum eina landi í Evrópu sem eru með þessa mánaðarlega uppfærslu á húsalegu í hverjum einasta mánuði. Ég benti nú líka á það að eins og í Danmörku þá eru við með árlega vísitöluhækkanir og þegar stríðið braust út í Úkraínu þá kom 10% verðbólguskot og það má bara hækka leigu í samræmi við verðbólguna. Og þá sagði bara ríkisstjórn Metti að núna ætlum við ekki að leyfa þessari hækkun að fara út í leiguverð, það myndi bara ennþá meiri verðbólgu. Þannig ef þú gerir þetta árlega, þú ert ekki að koma með stjórntæki sem við höfum ekki með þessum mánaðarlegu sjálfvirku hækkunum, skilur við. Þannig að þetta atriði. Síðan annað atriði sem varðandi kostnað bara skattborgara, húsnæðisbótakerfið. Að það bara heldur áfram að vaxa og það sýndi sig bara klárlega eftir síðustu kjarasamninga að þegar bætur voru að hækka það fóru bara beint út í leiguverð, það var bara beintengingan á milli, þannig að það þarf að endurskoða þetta. Leigufélögin vilja hækka standi. Já, þeir bara standa upp á fundum og biðja það, svo þau geta hækka leiguna, skilurðu. Þannig að það þarf að endurskoða það og ég veit... Hvernig ætlar að gera það? Það svolítið flókið. Það nefnilega flókið. Við vorum með viðsnúninga á bótakerfinu með ákveðna pælingu en síðan hefur aðeins komið smá breyting í farvatninu sem raun og veru þessi að ég heyrði þetta frá innanbúðamanni að það væri vilji fyrir innan ríkisstjórnina að fara að skoða að taka dönskuleiðina alveg upp sem þessi sem ég er búin að minnast af þessu áður sem virkar þá þannig að þú kemur á marka með íbúð, setur hún á leigu og þá ertu með markaðsverð. Síðan má bara hækka í vísitölutengingum sem þýðir raun og veru að það er komið leigubremsa á Íslandi. Það er það sem að ég vona verði gert og það er svona ákveðin vilji til þess innan þessar ríkisstjórnar. En íbúðuna sem í leigu núna, 50 fermetra íbúð sem leigð út á 350.000, hvað það gera við hana? Núna erum við náttúrulega bara með hægri flokki í þessari stjórn líka og við verðum bara að gera ykkur grein fyrir því að það er mjög erfitt við eiga við það. Viðreisn bara felst ekki á að leiðra þetta hérna húsalegu því miður en það myndum við vilja gera og það er lausnin sem við lögðum upprunalega til að því í Danmörku er þetta tvískipt kerfi. Þá ertu með nýjar íbúðir sem fara á markað og það farið í markaðsverð. En ef þú ert með eldri íbúðir, 91 og eldri, þá miðast það við kostnað. Þá miðast það við viðhaldskostnað, við eðlilega ávöxtun og fjármagnskostnað. Það var bara kostnaði tenging leigu og það er það sem við myndum vilja gera helst. Við náttúrulega lagðum fram þetta kerfi hérna fyrir 1,5 ári. En það er bara erfiður vegur að fara. En við höfum viljur fyrir að skoða þetta í starfshóp með ráðuneytinu. Þannig að það er eitt annað atriði sem við erum að gera. Og svo ég klárið þessi atriði sem við erum að vinna með þeim. Þeir eru nokkur sko. Þá þriðja atriðið að endurskoða fyrirkomulag leigutrygginga. Mikill meirihluti mála hjá úrskurðarnefnd kærunefnd húsnæðismála út af leigutryggingu og þú ert ofta lendið að vera kannski með 1 milljón fasta hjá leigusala og ert að fara að flytja og hann vill ekki afhenda hana strax og hvernig ætlar að greiða leigunum að þessa tryggingunum næstu íbúð. Þannig að við viljum endurskoða þetta. Við leggjum til að opinbera aðili, helst bara HMS, taki þetta alveg inn. Í staðinn fyrir að leigusalar hér og það sé að halda á einhverju miljónum. Væri þá opinber aðilega sem gerði úttekt á íbúðinni? Nei, það er akkurat það sem þyrfti að gera saman, að vinna því hvernig best verða að útfæra það nákvæmlega. Núna hefur eiginlega leigusalinn sjálfdæmi að segja að hann ætlar að taka 250.000 af milljóninni vegna þess að ég þarf að mála stofuna. Það er að því að leigjandi veit ekki betur, hann hefur ekki sjálfdæmi. Ef þú skoðar húsalögulög þá er það eðlilegt viðhald. En það sem við erum líka að skoða, mér finnst það mjög góð pæling, er að skipta þessu í tvennt. Ég veit að leiguskjóli með 400 leigusala hjá sér í svona ákveðnu leigutryggingarfyrirkomulagi þar sem að þeir skipta upp sem sagt tryggingu fyrir leigugreiðslu sér. Það er bara sérdæmi 2 mánuðir og það er bara að sjá það strax borgaða leigu eða ekki og þá fara það bara endurgreitt. Síðan eru við með bara vátryggingu sem er 6.000 krónur á mánuði svona meðaltali og ef við draugum hana frá skatti þá er það ekki kostnar hana fyrir leigutakan sem að tryggja tjónið sem er bara svona skylda fyrir þá leigusalana sjálfa að hafa. Og það sem hann sagði mér hjá leiguskjólu var að þetta lækkaði leigu
hjá þessum aðalum því að það er svona minni áhætta. Ef við getum gert eitthvað slíkt, þá er þetta klift og skorið. Skilur við skilda að hafa þetta. Já, og þá bara klift og skorið. Er ég búin að borga leiguna? Ef ég er búin að því, þá fæ ég bara tringunum mína daginn eftir og samningunum líkur. Búið mál. Það er líka bara gott að áriða það fyrir leigjendur að öll í öfnu þá er tjón sem að leigusali getur fyrir fram á að sitt borgað af tryggingu viðkomandi. Það verður að vera tjón sem að tryggingafélagin myndu sjálf allir öfnum borga. Hver úrskurður það? Það eru úrskurðarnefnd húsamála. Þannig að leigutaki sem að er með kröfu frá leigusala eitthvað að hann þurfa að þrífa alla íbúðina. Já, eða málana hann getur farið til úrskurðarnefndar. Já, hann getur farið til úrskurðarnefndar. Fyrst hann að fara bara í leigjendaaðstöðuna og fá þessi formlega þessi ráð og svo fara með málið til úrskurðarnefndar ef að leigusalinn fellst ekki á þetta. En það er öll í öfnum þannig. Ég hef talað við menn sem hafa verið tryggingamati í áratugi og þeir hafa tjáð með þetta að þetta sé öll í öfni reglan að ef að tjónið er ekki bætt af tryggingafélagi þá er ekki hægt að taka það af tryggingu viðkomandi. Og svo líka eitt aðtöð vegna þess að leigjendum er alltaf gert að mála íbúður þó þessi er búin að vera þarna í 1 ár. En það er nú þannig að það er fyrningar ákvæði í tryggingafélögunum gagnvart málingu. Hún fyrnist að fullu á 4-5 árum. Þar sem ef þú leigir íbúð í 4-5 ár þá er málingin fyrnd með öllu leyti. Það er bara ágætt fyrir leigjendur að vita þetta. Það er líka það sem kannski eru 2 atriði eftir sem eru að vinna með Ragnari og það er akkur þetta líka. Við ætlum að gera handbók fyrir leigjendur og leigusala sem sýnir fram á rétt þeirra. Þannig að það er bara aðgengilegt fyrir leigutaka að sjá Sett í handbók það sem er í núgildandi lögum. Já, og jafnvel því sem við erum að fara að breyta því það eru breytingar framundan og við erum loksins konum með mann í ráðuneyti sem ætlar að gera eitthvað. Ég segja ætlar að þið er ekki búið að gera þetta ennþá. Þú veist, en það þarf að gera þetta. Það er megnið af stjórnmálamannum að þeir ætla að gera einhverja breytingar. Það er bara á hins vegar við langt flesta stjórnmálamannum náið ekki í gegn. En við gummið þekkjum þetta. Við höfum talað við þetta fólk og það var alltaf hlustar á okkur áður. Núna er alltaf að hlusta og það er jákvæð viðbrögð og það teki vel í hugmyndunar okkar og vilji til að breyta. Það var bara ekki þannig hjá hinum. Við höfum hitt Lilju Alfreðs og fullt af þessu fólki og það er bara hort á mann eins og maður sé halvut út í bæ, sko. Ég spurði nú einu sinni félagsmálaráðherra af hverju hefði kom ekki í gegn leigubremsan sem var eiginlega búið að samþykkja í kjarasamningum. Og þá gerði hann bara svona og benti og þá benti hann á sjálfstæðismann. Akkurat, benti á konar. En síðasta atriði sem við erum síðan að vinna með þeim, við fengum sem sagt ráðherrar voru sett í það fyrir HMS að rannsaka með okkur að því við erum búin að reyna að benda fram að það áttist að markast misnótkun á fastamarkaði sem tengist þessu sem ég var að tala um áðan hækkun á leigu 2010, allar íbúðir sem fóru út á markaðin og síðan hækkun á fastaverði. Það færi fram rannsókn á því hvernig gat húsnæðisverð og hefur verið leyft að hækka svona mikið að því hefur hækkað 2-falt meiri laun og hverju stjórnar Þetta er rannsóknarskýrsla HMS og síðan á líka aðtöku hverju stjórnar verðlagningu á húsnæði. Það er ekki svo margir nefnilega. Þannig að við þurfum að komast og það er mér finnst það mjög gott skref að fara að skoða þetta því þetta er ekki eðlilegt og ekki sjálfbært. En mér finnst það mjög mikilvæg punktur sem þú komast með þetta rétt á hann. Hvað með þess að 350 skrona 50 íbúð ef að kemur bara leigubremsa segjum bara eftir 1,5 ár. Og nýjar íbúðir verður settar á markaðsverði. Hvað ætlar að gera við hættan er svo að þá erum við rauninni búin að festa þetta verð og rauninni svona gefa því ákveði lögmæti. Ég sé bara fasteignauglýsingarnar til sölu 50 fermetri íbúð með leigu miðað við gamla kerfið. Þá selst hún á hærra verði af því að ég má leigja hann á 350.000. Þetta er eins og bara verslu með kvóta. En síðan við hliðina er önnur 50 fermetri íbúð sem var komin á markaðinn eftir breytingarnar hjá ykkur. Að hún er selt á lægra verði af því þú mátt ekki fara með leigunum svona hátt. Og svo getur þriðja auglýsingi verið með fylgi leigandi sem far húsaleigubætur upp á 100 áskall. Þú veist, það geta alveg verið líka. En þetta er það sem er stóra hættan í þessu að ef að við festum langstærsta hluta leigumarkaðin sem er kannski 90-95% öllu húsnæði á leigumarkaði inn í kerfið þar sem við erum búin að segja nú tökum við upp leigubremsu eftir 1 ár. Þá erum við rauninu búin að festa þetta verðstig
fast og svo bara framhaldinu margir myndu hækka sko leiðinni af því að það er gert með Já, fyrirvara. það er alltaf gert þannig, það er tilkynnt með ákveðnum fyrirvara og menn nýta þó öll tækifæri vegna þess að það var nú skrifuð inn 13 atriði í 37. grein húsaleigulaga hvað þú getur nýtt þér sem leigusali til þess að réttlæta hækkun á húsnæðinu. Það var ekki bara markaðsleiga, það var bara rekstrakostnaður, fjármagnsgjöld og viðhald og umsýsla og veit ekki hvað. Það voru 13 atriði tiltekin. Það var ekkert atriði tiltekið í þessari breytingu Sigurður Inga á húsaleigulaganum sem höfðaði til leigjandans. Hvað getur leigjandi nýtt sér í sinni samningsstöðu? Það var bara tiltekið þar sem að leigusalinn getur nýtt sér í samningsstöðu sinni gagnvart leigandanum, ekkert sem að leigjandi gat nýtt. Það var ekkert verið að tala kaupmátt, lífskjör, atvinnustig eða hvaðina sem skiptir hann máli. Þannig að þú sérð áhersluna í þessu. 37. grein vel að merkja að þetta voru 2 línur fram til árið 2024. Núna eru þetta 3 kaflar sem allt það sem er verið að sauma saman ákvæði það hvernig leigusali má hækka húsaleiguna sína. Og ég held að þetta er alvarlegt, við þurfum að hugsa virkilega íhuga þetta og sjá þetta fyrir okkur að sko þetta er svona verðlækning á leigumarkaði ásandullu húsnæðis og órygginu sem þetta veldur. Þetta er sko bara eiginlega svona heimilisofbeldi. Þetta er bara gríðalegt ofbeldi en það sjáum við sko margar rannsóknir sýna fram að það að fólk sem býr við svona aðstæður er hættar á alls konar félagslegum, fjárhagslegum áföllum og afdrif þeirra í lífinu er oft miklu neikvæðri. Þannig að þetta er ofbeldi og við ætlum að segja nú ætlum við aðeins að dempa þetta ofbeldi en við leyfum því samt aðeins að vera stund. En við eigum að hafna þessu og segja bara þetta getur ekki verið svona og við verðum að leiðrétta. Við eigum að gera það en bara núna í stjórn Leigjendasamtakanna í dag og er að vinna ákveðnum breytingum þá verðum að reyna að vera raunsar. Og við vitum það að við erum með hægri flokk sem akkurat finnst þetta ofbeldi bara verið í lagi raun og veru. Af því að leiguverð er ekki í lagi, það þarf að leiðrétta það þarf að færa það niður en það er bara ekki raunhæft að það verði gert því miður. Þannig að nú hefur við séð leigu hækka endalaust bara í 20 ár eða eitthvað, þannig að leigubremsa er rosalega gott skref að taka. Síðan getum við skoðað þetta áfram. Þannig að lítill sigur er betri en tap, sko. Þú veist, það er alveg ljóst. Já, en við erum búin að fara svolítið langt inn í svona vanþróun húsnæðismarkaðarins og við höfum verið að tala til dæmis þetta atriði áðan lóðurnar. Hvað getur verið erfitt að skrúa ofan af einhverju svona ástandi. Og það er mismunandi hvernig, og þá kemur ég kannski að upphafinu, að það er mismunandi hvernig fólk lítur á hversu áríðandi það er. Við segjum ef að það væri þannig í samfélaginu að það veri bara almennt litið á að þetta væri stærsta verkefni sem að samfélagi stæði frammi fyrir er að byggja hér upp góðan húsnæðismarkað. Þannig að ekkert annað fyrirbrigði í samfélaginu grefur eins mikið undir lífskjörum og bara lífsánægju almennings. Já. En þetta samkomulag er ekki. Nei. Og við heyrum það til dæmis og við erum svolítið með ólíkar skoðunar á því hvort það hefði verið kosið húsnæðismál 2022 eða 2024. Það 2024 var kosið, ég meina bara flokkurinn sem vann kosningarnar, hann sagði bara húsnæði fyrir fólk ekki fjárfesta, það var hans aðalslagorð. Og ég var mjög nánu samstarfið akkur með honum Jóhanni Páli í þeirri umræðu og þeir sömdu þarna ákveðna hluti. Þeir hafa ekki staðið við þá ennþá alla, þeir hafa ekki staðið við einingarhús til dæmis, ekki staðið við tómthúsaskattinn og svo merkilegt eins og það þá voru þeir akkurat í nánu samstarfið við Leigjendasamtökin fyrir kosningar. Síðan höfum við beðið að fá að hitta þá, ræða við þingflokkssamfylkingarinnar og þeir svari ekki eins og niður. Það er mjög algjörn með stjórnmálamenn. Þeir vilja tala við þig í kosningabaráttunni en þeir vilja ekki sjá þig á milli kosninga. Þeir vilja ekki dagu veit í dag, sko. En það er akkur testan sem ég er mjög ánægð með það sem ég er að velta fyrir mér að sko að það er mikil neyð og það liggur ég myndi segja að allir sem að skoða sjá hvaða megin húsnæðismálin eru. Við getum ekki fleiri dæmi að það voru 2 síðustu kjarasamningar, það var mikil væntingar að það yrði samið húsnæðismál en var ekki gert. Nei. Ég er að velta fyrir mér sko, hvað sjáu þið að geti gerst til þess að þessi mál verði raunverulega efst á dagskrá? Ég myndi halda að þetta var efst á dagskrá eins og við höfum farið yfir að því það er, og ég held að séu það hjá mörgu fólki, bara ekki hjá stjórnmálamönnum að þeir átta sig ekki á vandamálinu nógu vel. En eins og ég sagði kannski aðeins rétt á hann var að ég var að tala við uppbyggingaraðila, stórun uppbyggingaraðila og hann óttast að það sé bara framöndan ákveðið hrun í greininni. Að það verði bara ekki hægt að byggja fleiri nýju íbúðir,
Það verður bara algjört frost á markaðnum. En það myndir þú ekki ráðleggja neinu verktaka að fara að byggja húsnæði og taka láni í einhverju 3 árum byggingatímanum þegar það eiginlega sýnt að það eiginlega minni kaupgeta framundan heldur en núna. Já. Það eru háir vextir, það ekki eitthvað búm í efnahagskerfinu framundan. Þú myndir eiginlega ráðleggja verktakanum að farðu bara eins og björnin, farðu bara í hýði. Kannski þarf bara að resetta þetta en síðan fólk búið að fjárfesta í steypu í 20 ár, nú kannski þarf að fara að fjárfesta í nýsköpun og einhverju öðru. Önnur nálgun náttúrulega eins og var gert alltaf að ef að dróa eitthvað saman svona í einkageirunum þá steig ríkið inn og fór að byggja brýr og jarðgöng. Það keynesimisminn sem var við lýði áður en að nýfrjálshyggjan kom. Já, það var svona, þá var talað nú gott fyrir ríkið að fara inn og tvöfalda Reykjanesbrautina og þess að það er svona kannski lægra verð og það meira framboð á verktökum og lægri boð. Nú ætti ríkið bara að fara fram og segja, við ætlum að reisa 15.000 íbúðir bara á okkar vegum. Já. Hver býður í það? Stjórnmálin ekki að tala um þetta, sko. Þau verður að tala um einkaframkvæmdir í Reykjanesbrautinni. Já, en því að þeir tala um það að hugsanlega megi kannski ekkert stugga við byggingamarkaðinu vegna þess að kannski það sé yfirvofandi hrun og við eigum það alls ekki. Þannig verðum að reyna að halda lífi í þeim einhvern kunstigan máta inn í þessu kerfi. Í staðinn fyrir að segja, það húsnæðisþörf og hún fyrirsjáanleg, hún mun bara aukast að tala um 10.000-12.000 íbúða skuld. Áttaðu því, 10.000-12.000, það er eins og Akureyri, vantar bara heila Akureyri inn í kerfið. Þá að ríki bara koma og segja, við ætlum bara að byggja þetta sjálf. Eins og var gert í stórum stíl á vegum verkalýðsfélagana, á vegum sveitarfélagana og vegum byggingarsamvinnufélaga. Alveg framundir 1999 var byggt, það var yfir 30% öllu húsnæði á Íslandi hafði verið reist á félagslegum og óhagnaðurum forsendum árið 1999 þegar stjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins tók að breyta öllu umhverfi í kringum húsnæðismálin. 31% af öllu húsnæði, við erum með ykkur 4% í dag. Og stjórnvöld eiga bara að hafa hugur ekki til þess að vilja margfalda þetta hlutfall. Það er ekkert að því þó að við förum aftur upp í þetta hlutfall, 25-30%. Það þýðir, 15-20.000 íbúðir á vegum opinbera aðila, ekki einhverja óhagnaðardrifna félaga á vegum reygin, heldur bara á vegum sveitarfélagana og vegum samvinnufélaga og vegum verkalýðshreyfingarinnar og fá þennan byggingargeira sem að þykist vera að leipa döðan og skel í dag til þess að byggja þetta eða bjóða þetta út á Evrópska efnahagssvæðinu. Ég hef verið að skoða verkefni sem sveitarfélagi í Skandinavíu að bjóða út. Það sem verið að bjóða út heilu hverfin og þau bara leita tilboði hjá bæði verktökum og framleiðendum víðsvegar í Evrópu og að fá tilbúin hverfin fyrir kringum 2.000 eurur fermetri. Tilbúin. Það eru 300.000 krónur á fermetri. Það eru lægri vextir þar, myndi ykkur segja. Já, en það er ekki, fjórföldun í verðlagning á fermetri skýrir það ekki. En auðvitað gerir þetta náttúrulega oft svona kaotist að vera alltaf með margar skýringar að tala um lóðaverðsvexti og framboð og reglugerð og þess áttar. Alltaf verið að bjóða okkur upp á það að þetta er eiginlega óskilinlegt vandamál. Treystu okkur bara, þetta er réttlátt verðlagning. Það er nefnilega máli, ef þú skoðar þessa rosalegu mótsögn, nú segir þú, það er alveg rétt, það vantar 12-14 íbúðir kannski. En samt erum við með 5.000 íbúðir sem ekki að seljast í dag. Við erum með 2.000 blunkur nýjir íbúðir sem seljast ekki. Það eru broddýrar. Af hverju er þetta? Ef ég hvet fólk til þess að fara inn á BHM.is, Bandalag háskólamanna, fletta þess aftur og bak í frétt frá 2023 í mars, sem að greini nákvæmlega að frá 2018 byrjuðu byggingaverktakar allt í að leggja 2 krónur ofan á byggingaframkvæmdir í staði fyrir 1. Þess að tvöfölduðu framleiðina sína. Og svo setja þetta fólk í dag á rándurum íbúðum sem þeir eru búin að verðleggja allt á hátt og loðbraski spila það inn í, en samansamt þessara hluta er að valda því að verðbólgur orðið svona há og þeir get ekki lengur fjármagna sig. Þetta er að tala um að skjóta sig í fótinn, sko. Þetta er svona sjálfskapar víti. Það er að hafa eftir stjórnmálafólkinu sem er að segja eitthvað eins og ég skil ekki akkur sum börn fara að svönga að sofa á meðan að hlaðborðið á Hótel Holti er að svignanda mat sem er eiginlega akkur borðaði ekki bara kökur. Og þannig að sá sem að segir að hérna erum við með 4 íbúðir sem seljast ekki en það vantar íbúðir, hvað er að þessu? Þetta er eiginlega að segja akkur borðar þetta fólk ekki bara kökur. Já, raun og veru. En þú spurðir áðan akkur stjórnmálafólk er ekki að gera þetta betur. Þá ég nota tölfræði þarna. Þú veist, við erum bara 400.000, við fáum bara svo lítið úrvala góðu stjórnmálafólki. Það bara veit ekki betur.
Þetta bara ekki nógu gáða fólk, því miður, svona almennt. En stundum það þannig að kúltúrinn í einhverju geira getur verið til þess í blaðamennsku eða ég veit ekki hvar þið hafið starfað að það betra ef að kúltúrinn góður, ef við hefum gott stjórnmálaumhverfi að þá gæti jafnvel meðalmaðurinn orðið góður stjórnmálamaður en ef við höfum afleitan kúltúr þar sem við kemst upp með að bladra bara eitthvað, bjóðu upp á einhverja kosti sem að allir vita raunverulega virkar ekki, þetta allt saman bara innantómt að þá náttúrulega getur gáfaðist í stjórnmálamæðurinn orðin bara afleitur. Og þá getum við skoðað hvaðan kemur þessi kúltúr inn í íslenskt efnahagslíf. Þann kemur frá viðskiptaráði og ég heyrði nú bara í fréttunum á leiðinni hingað og auðvitað einhverju konu sem var að fara yfir námslánakerfið. Þá var það örugglega komið frá viðskiptaráði fyrir nokkrum árum að þetta breyta, leggja niður lín, og svo bara tífaldast vextir og fólki hérna sem eru að læra á Íslandi. Þetta með ólíkindum. Og svo vil ég leggja niður Sorpu, það er nýjasta nýtt, brjóta niður stuðning okkar við efnaminna fólk til þess að fara í nám. Það búið að brjóta það niður. Bæði fyrir húsnæði og fyrir nám og það er einhver svona fámennklíka vitleysinga, það bara segist þess og sem að tekur hérna og með alls konar ráðleggingar hluti sem þeir hafa ekki vita á. Mér fannst það yndislegt að horfa hérna á húsnæðisþingi HMS núna 22. apríl þegar Sólveig Anna satt við hliðina á einhverjum hagfræðing frá viðskiptaráði og voru að ræða hérna húsnæðismálin. Þetta var bara eins og lítið barn að þylja út úr einhverju bók þessi stráku frá viðskiptaráði. Hann vissi ekkert hvað hann var að tala og hún gjörsamlega átan úr Sólveig Anna. Það var bara stórkostlegt. Og þeir eru búin að náttúrulega finna upp eða nota í sífellu þetta skrýtna hugtak sem kalla fórnarkostnað. Ég setið með fundi hérna niður í Borgartúni hjá þessum samtökum. Það sem tala allt sem er ekki hámarksarðsemi og gróði, allur sá sem þú getur mögulega tekið út við fjárfestingunni þinni, það er fórnarkostnaður. Og þess vegna segja þeir að þrátt fyrir að ávöxtun á húsnæði ættu auðvitað bara að standa undir húsalegunni. Það þú þyrftir ekki að leigja hana vegna þess að ávöxtunin 2018-19 til 2023 hún var 6, 7, 8 milljónir hverju einasta ári og það eitt og sér ætti að vera nóg í öllu falli fyrir fjárfestin. Þannig að hann þyrfti ekki að rukka húsalegu. Og þegar ég spurði, þetta svo mikil ávöxtun, af hverju ætti hann að rukka húsalegu? Það út af því að ef hann gerði ekki, þá var það fórnarkostnaður. Og það forðast fjárfestar að öllu leyti og sem þýðir að ef þú tekur ekki allan þann auð út úr fjárfestinguninni sem þú mögulega getur, þá er það fórnarkostnaður. Og þess vegna lítur fjármálakerfið þannig á að ef að námsmenn er að fá svona lágvexti, þá er það fórnarkostnaður fjármálakerfisins að setja ekki eins háa vexti á þá eins og mögulegt er. Hver er þessi fórnarkostnaður samfélagsins að Alma hafi tekið sér 5 milljarða í hagnaði fyrra? Hver ber þá fórn? Fórnarkostnaður samfélagsins er einmitt hagnaður þeirra. Við erum að tala 1000 íbúðir, 400.000 í hagnað í hverju mánuði eða hverju þeir. Já. Þú veist, hver ber þá fórn á baki sér? En það er fórnarkostnaður okkar almennings. Já, og hann skiptir aldrei máli. Nei, en það er hagnaður sem þeir eru að ná í. Þetta er meiri hagnaður en festi til dæmis, skilurðu. Þetta með ólíkindum. Já, þetta með ólíkindum. Og svo oft verið að tala svona óhagnaðardrifin félög og þess áttar. Við sjáum bara hvernig óhagnaðardrifin félög Heimavellir starfaði hérna fyrsta árun eftir að það var stofnað. Það gerði sér náttúrulega leiksýn að vera með félög við hliðin á sér sem var rukkuð alls konar þjónustugjöld og ráðgjafagjöld inni þannig að félagið sjálft skila aldrei hagnaði en það voru mokað út kannski 400-500 milljónir hverju. Það við dagvöruverslunina þar sem félögin eiga húsnæðisfélögin og heildsölunar og fleira og geta stjórnaði hvað það er alltaf verið að vitna yfir að það sé svo lítil hagnaður inn í krónunni og bónus og fleira. Þá gleymist að sömu aðilar eiga fasteignafélagi, eiga heildsöluna. Svimandi háan rekstrakostnaði, ég var að skoða af ársreikninga Búseta nýlega, að þá rekstrakostnaður á hverja einustu íbúðareiningu hjá Búseta 750.000 krónur á ári. Það er enginn að segja mér það á svona nýlegum íbúðum að þessi rekstrakostnaður 750.000 krónur á ári. Það er nú íbúðin sem að stendur undir svona meira og minna rekstrinum í gegnum húsfélagið og þess áttar en Búseti er 1,2 milljarð í rekstur íbúðaeininga á hverju ári og þar sjáum við það er verið að moka út einhverjum peningum
Ég veit það ekki, ég ætla ekki að saka félagið það, en mér finnst það líklegt. Varst þú ekki að tala húsvarakostnað Davís Oddssonar á þann? Já, húsvörslu. Já, húsvörslukostnað. Það er góð leið til þess að fela það sem átt að gefa viniðinum, að setja undir húsvörslu, því að þetta er einhvern huga að kíkja þangað. Já. Sjá bara fyrir sig svona gamla mann með sóp. Eða ekstra kostnað. Íbúðinu. Herðu, gaman að fá ykkur Yngvi Ómar og Guðmundur Hrafn. Takk fyrir. Að tala húsnæðismál sem að við erum svolítið að auglýsa eftir að verði kosningamál. Það er kannski, það nú langt í kosninga, myndi eitthvað segja. Vika er langur tími í pólitík og það er meira en vika í kosningar. Takk fyrir. Takk. En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið að reyna að skilja heiminn og okkur sjálf og samfélagið. Ég held að við séum að fara út að ganga. Við skulum sjá til, eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.